Já, leið óþekkta sjómannsins, fyrst þetta bara kross í kirkjugarðinum sem mönnum fannst frekar ómerkilegt þá, og 1938 byggður viti, svona 30 metra hár viti, og hann inni í kirkjugarðinum. Og þá, á þeim árum, þá stóðu menn í sjóstokkum, sitt hvorum megin við, og hann var lagður á leiðið á vitann, kransinn. Hann náttúrulega upphafsmaður að þessu, hann Halldórsson. En síðan fjölskylda mín, hún kemur að þessu svona í kringum 1948. Og þá eru systkin mín, systir mín og bróðir, sem leggja leið á kransinn á þetta leiði. Og svo fyrir 40-45 árum, þá tek ég og mín fjölskylda við að leggja á þetta leið og alltaf beðinu það að stjórn sjómannaútvegsráðs. Og alltaf þetta traust sem þessi vinátta og sem þarna á milli. Síðan 88, þá ákveðið að breyta og færa leiðið. Og þá var hann færður, þessi viti, færður upp og stendur núna við hliðina á inngangi í Fossvogskirkju. En síðan 1996, þá fannst Guðmundi Hallvarðssoni svona dálítið að komið tíma á að gera breytingar og biður okkur að gera tillögu af nýju minnismerki. Út úr þessu verða þessar minningaröldur sem kallar í dag við hliðina á. Þannig má segja að þetta sé þjóðarminnisvarði drukknaða sjómenn, sem þarna risinn, sem mjög glæsilegur að mínu mati. Þannig að það má segja að kransinn sem lagður á óþekkta sjómanninn, hann fyrir þá sem ekki hafa fundist eða ekki neðstæð til merkjum, en nú aftur móti komið nafn á öldurna sem hver veit getur fengið nafn á eða ættingi þeirra hefur látist á sjó. Þannig að, en náttúrulega þetta búið að farið að hugsa þetta í 45 eða 40 ár, það alltaf tilbúin og ég vil komið alltaf á sjómannadaginn, nema kannski 4-5 sinnum, en þá hefur fjölskylda mín, krakkarnir, síðan þetta. Þannig að þetta semst búin að vera mjög stór þáttur í lífinu sem eðlilegt fyrir mig og náttúrulega fyrir fjölskylduna sem líka ábyrgð á þessu.